Forsætisráðherra fagnar fjárfestingum kínverska auðmannsins sem hyggst kaupa Grímsstaði á Fjöllum og segir hræðslu við útlendinga óþarfa. Forsætisráðherra fagnar fjárfestingum kínversks auðmanns í íslenskri ferðaþjónustu og segir hræðslu við útlendinga tilefnislausa. Kínverjinn Huang Nupo vill eignast Grímsstaði á Fjöllum og verja jafnvel 20 milljarða króna til hótelbygginga hérlendis en þar til þess samþykki stjórnvalda. Jónas Margeir Ingólfsson inntir ráðherrum afstöðu þeirra. Ég fagna mjög þessum áformum en það þetta sem við þurfum á að halda. Við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Við erum með sterkt regluverk í kringu svona, ef þú mér að minnast á Kínverjan sem að ég tel að sé nægilega traust þannig að sé engar hættur þarna á ferðinni en auðvitað förum við vel yfir þetta mál en mér finnst þetta mjög ánægjulegt að við séum að sjá þarna innspýtingu í atvinnulífið. Umhverfisvæn ferðaþjónusta eins og þarna er á ferðinni, mjög jákvætt. Hver þín afstaða í því? Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og menn tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjan. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. Jón lýsti þó engri afstöðu til málsins. Yfirlýsingar tveggja annarra ráðherra Vinstri grænna, Svandísar Svavarsdóttur og Ögmundar Jónassonar, benda til að þau tortryggi áform Kínverjans. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Eins og ég segi, við erum með sterkt regluverk í kringu þetta, skoðum þetta máli þetta vel og förum yfir það, en við eigum ekki að vera hrædd við útlendinga, það er einmitt að hjálpa okkur að byggja hér upp hagvöxtinn, við þurfum á því að halda. Svo hér er engin hætta á ferðinni? Engin hætta á ferðinni. Forsætisráðherra fagnar áformum kínversks fjárfesti sem vill reisa luxushótel á Grímsstöðum á Fjöllum. Ekki mig hræðast erlenda fjárfesta sem vilji fara í uppbyggingu hér á landi. Forsætisráðherra segir að vinna í eins og hægt sé með útlendingum sem vilja fjárfesta hér á landi til að auka hagvöxt. Í landinu sé traust regluverk svo ekki sé ástæða til að óttast fjárfestingar útlendinga. Töluvert hefur verið rætt hugsanlegar fjárfestingar kínverska fjárfestisins Huang Nupo á Grímsstöðum á Fjöllum. Huang, sem hefur meðal annars gegnt embættum innan kommunistaflokksins í Kína, segist tilbúin að greiða 1 milljarð íslenskra króna fyrir jörðina. Huang hyggst reisa glæsuhótel á Grímsstöðum en til að þær fyrirætlanir verða að veruleika þarf hann samþykki stjórnvalda sem virtust nokkuð jákvæð gagnvart hugmyndunum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda, við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Ríkið á fjórðungshluti í Grímsstöðum en landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið sér eignarhlutin fyrir hönd ríkisins. Hvernig líst þér svona á þessar hugmyndir sem hann hefur viðrað uppbygging á þessu svæði? Ég vil ekki tjá mig það, ég hef ekki séð þessi plönana, þess að bara hefði heyrst í fréttum. Ráðherra segir að enn hafi engin formleg fyrirspurn borist ráðuneytinu vegna málsins. Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og menn tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjan. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. En ég hef ekkert fyrir hann þennan mann að segja, en málið er á mínu forræði hvað jarðirnar þarna varðar og hluti ríkisins þar og ég mun fara í gegnum það mál á þeim forsendum. Jóhanna segir að í landinu sé nægjanlega traust regluverk til að koma í veg fyrir að fjárfesting útlendra fjárfesta hér valdi vandkvæðum. Efasemdir Huang og áform hans séu tilefnislausar. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Kínverski fjárfestirinn Huang Nupo sótti í dag formlega undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Ekki er ljóst hvernig viðskipti félagsins hafa gengið utan Kína. Innanríkisráðuneytinu barst nú síðdegis umsókn frá Songkun Group, félagi í eigu kínverska fjárfestisins Huang Nupos, að fá undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínverski fjárfestirinn Huang Nupo hefur falast eftir að kaupa rúmlega 30.000 hektara land sem tilheyrir Grímsstöðum á Fjöllum. Innanríkisráðherra sagði fyrr í dag að málið yrði skoðað óháð þjóðerni hugsanlegs kaupanda. Ég veit ekki hvað það er sem vakir fyrir þessum kínverska einstaklingi og ég ætla ekkert að gefa mér í því efni. Ég vil almennt halda utanum hagsmuni Íslendinga og passa upp á okkar land og ekki kyngja neinu ómeltu. Ekki er fengið staðfest hver umsvif Nupo eru bæði innan og utan Kína. Á vefsíðu Songkun Group eru tilgreindur rúmlega 40 dótturfélög sem öll tengjast fasteignum, ferðamennsku, tennisklúbbum og öðrum tómstundaiðkunum. Félagið virðist eiga nokkur hótel en erfitt er að henda reiður á hvað er búið að byggja og hvað er í bígerð. Á vefsíðu félagsins eru engar upplýsingar eigendur, fjárfesta eða afkomu.
Innanríkisráðherra segir að þetta mál eigi að vera tilefni til að endurskoða auðlindalöggjöfina. Skiptir eignarhald á Íslandi engu máli? Ég held að geri það. Og þá ég fyrst og fremst að horfa til auðlindina, en ég líka að horfa til náttúru landsins. Við viljum ráða því hvernig farið með okkar land. Þess vegna skiptir eignarhald máli. Erlendir fjölmiðlar fjalla töluvert kaup Hwangs Nubó á Grímsstöðum. Þar skín í gegn að kínverskir fjárfestar njóta takmarkaðs trausts á Vesturlöndum og margir óttast einhvers konar ráðabrugg kínverskra stjórnvalda. Kínverji vill kaupa Ísland. Eitthvað á þessa leið þorri fyrirsagna erlendra fjölmiðla sem fjalla af áhuga áform Hwangs Nubó. Breska blaðið Independent slærði upp að hugsanlega séu kaupin á Grímsstöðum til þess að búa í haginn fyrir nýja umskipunarhöfn á siglingaleið sem opnast með bráðnun ís á pólnum. Kínverjar vilji tryggja sér yfirráð á þeirri siglingaleið og hafi lýst áhuga sínum á samstarfi við Íslendinga. Hugsanlega sé þetta hrein ógn við sjálfræði og sjálfstæði Íslands. Afskipti Hwangs bendi til þess að verkefni njóti blessunar stjórnvalda, enda sé hann innsti koppur í búri kommunistaflokksins. Fyrirtæki hans, Zhongkung, sé eitt stærsta ferðamálafyrirtæki Kína og hafi umsjón með helstu ferðamannastöðum landsins. Þess vegna sé vísa til þess að verkefnið á Íslandi sé aðferð til þess að tryggja Hwang í sessi sem ferðamálafrömmuður. Sjálfur blæs Hwang á allar þessar kenningar í viðtali við kínversku ríkisfréttastofuna Xinhua. Hann ætli sér að reisa hótel með golfvelli og alls konar útivistaraðstöðu og eina ástæðan sé sú að hann hafi trú á verkefninu. Þótt arðurinn kunna láta á sér standa til skamstíma, muni ægifagurt landslagið án efa draga ferðamenn þangað. Og þótt hann hafi starfað fyrir kommunistaflokkin sé langt síðan þeim starfa lauk og hann hafi verið afar lágt settur. Þýska fréttaritið Spiegel var bara fram spurningunni hvort Íslendingar séu ofsóknarbrjálæðir eða eigi að hafa varan á sér og niðurstaðan sú að rétt sé að velta áhuga Kínverja vel fyrir sér. Þeir fjárfestum allan heim og láti ekki síst til sín taka í ríkjum sem standi höllum fæti, eins og Ísland. Kínverskir fjárfestar hafi til dæmis keypt höfnina í Píreus í Gríklandi og stóran hluta í stærstu hótelkeðju Spánar. Fótfesta á Íslandi gæti auðveldað Kínverjum að fóta sig á norðurskautinu. Viðskiptaráðherra óttast að slæmt umtal geti flæmt erlenda fjárfesta frá og spyr hvort efnisleg rök séu fyrir því að hafna Kínverjanum. Viðskiptaráðherra segir að fjárfestum megi ekki líða eins og þeir hætti á mannorðsmorð með því að fjárfesta á Íslandi. Hann spyr hvort efnisleg rök séu fyrir því að banna kínverskum fjárfestum þar sem Evrópubúum leyfilegt. Hafsteinn Hauksson segir frá. Hwang Nubó, kínverski fjárfestirinn sem vill kaupa jörðina Grímsstaði á Fjöllum, segir í samtali við fréttastofu Reuters í dag að svo geti farið að yfirvöld í Kína komi í veg fyrir kaupin sökum þeirrar neikvæðu umræðu sem blossað hefur upp málið. Árni Páll Árnason, viðskiptaráðherra, segir að Íslendingar þurfi að fara varlega þegar kemur að erlendum fjárfestum og það sé mikilvægt að bjóða fjárfesta velkomna til landsins. Ég held að við getum ekki leyft okkur það að nálgast umræðum fólk sem að leggur fram hugmyndur fjárfestingar hér á landi með þeim hætti að við gerum því upp annarlega hvatir fyrirfram og að fólk upplifi það þannig út í heimi að það hætti á mannorðsmorð ef að það láti sér þetta í hug að fjárfesta í atvinnutækifærum á Íslandi. Árni segir að það sé mikilvægt að meta fjárfestingar erlendra aðila á efnislegum og sanngjörnum forsendum. Skiptir í þínum huga máli að þessi maður sé Kínverji en ekki Íslendingur eða Frakki? Nei, og ég held að í ljósi þess að við erum aðilar að þennum sameurópska markaði. Það sem Evrópusambandsbúar hafa full réttindi á við Íslendinga, þá þurfum við að færa mjög sterk rök fyrir því. Af hverju að banna Kínverjum eitthvað sem að Evrópusambandsbúum heimilt? Ég hef ekki slíka Evrópusambandsglíu að ég telji Evrópusambandsbúar séu að öðru jöfnu miklu betri menn en annað fólk. Hwang Nubó harðneitar því að pólitík liggi að baki ákvörðun sinni að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínversk stjórnvöld geti hins vegar komið í veg fyrir kaupinu. Kínverski fjárfestirinn Hwang Nubó þvertekur fyrir að pólitík ráði því að hann vilji kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Hann segir áhugan eingöngu viðskiptalegs eðlis. Hwang hélt blaðamannafundi í Peking í morgun þar sem hann skýrði sína hlið á kaupanum. Hann sagðist vilja byggja upp ferðaþjónustu sem snúist íslenska náttúru og menningu. Hann hafnaði því alfarið að áformin væri liður í áætlunum kínverskra stjórnvalda að hasla sér völl á norðurslóðum eins og ÍA hefur verið að, heldur væri þau hluti af áformum sínum að byggja upp ferðaþjónustu fyrir fjársterka Kínverja í Kína, Bandaríkjunum og Skandinavíu. 反正我这么说的信不信由你，就是我真的没有任何这个
如果说是牵涉到政治因素和这个其他背景，我不会去。 Huang sagði ekki að vera gert ráð fyrir að viðskiptin hér á landi myndi skila hagnaði fyrir eftir 10 til 20 ár. 你不能所有的地方都挣钱，那中国的钱我补到北欧，但是我恰恰需要北欧这么一个高品质的度假区，我在世界上的竞争力是最强的。 Með Huang á fundunum var Kristín Árnadóttir sendiherra Íslands í Kína. Hún sagði áform Huangs ríma við stefnu íslenskra stjórnvalda. This is in alignment with the government policy of increasing foreign investment in Iceland, of promoting Iceland as a tourist destination. Huang sagði íslenska ráðamenn hafa hvatt sig til að fjárfesta hér á landi. Hann ætti enn eftir að fá samþykki kínverskra stjórnvalda fyrir kaupunum og að neikvæð umfjöllun fjölmiðla að undanförnu gæti haft þau áhrif að stjórnvöld í Kína bæðanum að hætta við kaupin. Huang hefur sótt undanþágu frá lögum eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Beinin á borði innanríkisráðherra. Ég gerði grein fyrir því á fundi ríkisstjórnarinnar við tækjum þá umsókn til málefnalegrar afgreiðslu. Það þarf að fara mjög vel yfir þetta. Leið og þarna eru áform atvinnuuppbyggingu sem að mörguleyti eru mjög spennandi, sem sagt mikil uppbygging í umhverfisvænni ferðaþjónustu. Þá það líka stórt mál ef á að fara að selja 300 ferkílómetra af Íslandi til erlends aðila. Það vekur blendna tilfinningar, við skiljum það öll. Og að sjálfsögðu svona mál tekið til skoðunar og fær úrlausn á málefnalegum forsendum og hvernig öðruvísi á það að vera.